því að það uppstillingardagur og þá förum við í frí en við ætlum að skjóta inn svona auka þætti og fá fyrirbrigði í þessu sveitarstjórnarkosningu sem heitir Vinstrið og það á vel við. Við höfum með þætti sem við erum velta fyrir okkur fram til Vinstri en nú Vinstrið til með stórum staf og býður fram bæði í Hafnarfirði og Reykjavík og hingað komið fólk sem í framboði þar. Það Svenni Kristins sem í Hafnarfirði, Ester Bíbí Ásgeirsdóttir sem í Hafnarfirði líka og Finnur Ríkard Andrason, hann í Reykjavík og María Hjálmtýsdóttir líka. Hvað Vinstrið? Geggjað sameinað afl fólks á vinstri væng stjórnmálanna sem ætlar að taka yfir heiminn. Já. Byrjar í Hafnarfirði og Reykjavík. First we take Manhattan and then we take Berlin. Það ekki bara þannig að sko það vantaði bara allt vinstri og það vantaði að sameina vinstri hópana og við erum að vinna saman, við sameinuðumst bara, það ekki það sem að sópa upp í leifunum svona? Nei, bara samfélagi fungerar ekki ef það ekki til gott sterkt vinstri afl og svo alltaf verið að tala um að vinstri geti ekki unnið saman og við erum bara því, sína við getum það. Verður til eitthvað nýtt til að vinstri verður til? Já, það verður til nýtt í þeirri merkingu að við erum að sýna fram á það að vinstri getur unnið saman. Þetta snýst um það að við erum að sameinast það sem við erum sammála frekar en að það sem að skilur okkur að séu sundur okkur. Þetta ákvörðun að vinna saman frekar en að vera í átökum og þetta líka viðbragð við niðurstöðum þingkosninganna síðast. Það sem að hvað voru 20.000 atkvæði og þar á langmest á vinstri veggnum sem að féllu niður dauð og þetta viðbragð við því ákvæði kjósenda og mörg mætti ekki að kjörstað að ótta við eða þess að fóru ekki á þessa flokka vegna þess að fólk óttaðist að það yrðu dauð atkvæði. Og við sjáum það bara hvernig við erum að mælast í Reykjavík að það greinilegt ákall og kjósendur vilja sjá samstarf á vinstri veggnum. Við erum að mælast þriðja stærsta framboði í Reykjavík þannig að það hlýtur að vera stemming fyrir meiri samheldni í stjórnmálum á höfuðborgarsvæðinu. Líka bara friðelskandi og góðar stefnur þurfa auðvitað að geta unnið saman. Það sem greinir okkur þarf kannski bara ekki vera á dagskrá. Bara stjórnmálin yfirleitt þurfa að geta, við erum komin út í skurð vegna þess að allir neita að brjóta á aflétti sínu og það náttúrulega bara getur ekki gengið þannig. Ég var búin að vera að tala um þetta á kaffistofunni í vinnunni í mörg ár og þegar Sanna kom í haust ég var bara yes! Loksins. Bara, ég vona bara að þetta stækki og fari inn á þing næst og Já, ég var orðsvöldlega munaðlaus atkvæði mitt dó í alþingiskosningunum og mér leið bara eins og einhverju skilnaðarbarni bara munaðleysingja því að ég hafði einhvern veginn ekkert að kjósa og það var enginn sem representeraði mig á alþingi og enginn og þetta bara svo hættulegt. Þannig að þetta viðbragð við tapi. Þetta viðbragð við einhverju klúðri bara, ég veit það ekki. Viðbragð bæði við kerfi sem að gera það verkum að atkvæði falla niður dauð sem náttúrulega ákveði svona skerðingu lýðræðinu í sjálfu sér. Hvetur til sameiningar fyrir kosningar. Já, og það þá viðbragðið áttuðum okkar því og það þá það sem við erum að gera núna. Annað sem að maður gæti haldið að hver tími hefur bara sín blæ og við lifum á tíma það sem svona uppgangur fasismans bæði út í heimi og sömuleitt á Íslandi. Og á slíkum tíma, ef maður horfir til sögunar, svona sósíalísku sögu, þá talað hér reyndar samfylking, kannski ruglar alla ef maður notar orðið, en samfylkingin með litlu, það sem að ógnin, að hættan svo að komi eitthvað í ultrahægri stjórn, að þá tími þar sem að við hættum að deila innbyrðis og saminum okkur til þess að reyna að hindra það. Því það náttúrulega mikill meirihluti þjóðarinnar sem vill alls ekki fara þá leið. Nei, og það þessna þetta lýðræðislegt. Það lýðræðislegt að grafa vopnin einhverju smáatriði og sameinast hitt. Akkurat. Þetta frambóð til sveitarstjórnar. Vopnin. Fyrsta skrefið. Já. Hver munurinn á vinstra frambóði til sveitarstjórnar eða bara hægra frambóði? Vil ekki allir bara skóla og sorpurðu og móka snjóinn og þið kannast að ég að fara með Við erum að berjast gegn einkavæðingu í alls konar þjónustu gera, myndi ég segja að væri bara mjög alvarlegt mál sem bara brýnt að horfast í augu við að það verið að móka milljörðum út úr almannaþjónustu og það það eina sem íslenskum kapitalistum dettur í hug, það að búa til einhverjar mjólkurkýr úr almannaþjónustu og almannagæðum og það náttúrulega bara alveg ferlegt og við þurfum að geta kosið gegn því, þess vegna erum við líka að bjóða okkur fram til þess að geta bóði rödd okkar sem einhver lóð í það. Og standa vörðu mannréttindin og alla réttindabaráttu sem að svona
já, sem að maður bara sér er tölu niður eins og mannréttindaskrifstofan og bara allir jaðarsettu hóparnir, ég menna fólk er skítrætt af því það er enginn að verja þetta. Fólk er mjög hrætt og við þurfum líka bara að bjarga höfuðborgarsvæðinu frá því að verða meira eins og amerísk borg og meira frekar í áttina evrópskri borg. Svona bílastæða borg þar sem að er búið að leggja niður allar skrifstofur sem tengjast eitthvað að mannréttindum, sko. Já, og fólk, það er komið svo mikið leiði líka í stjórnmála umræðu að núna virka auglýsingar eins og bara, heyrðu, við ætlum bara að leysa öll þín vandamál strax og eitthvað svona og þú þarft ekki að útskýra hvernig og það er jafnvel ákall svona umræðu og svona loforð. Já, spyr ég bara, er eitthvað sem þú ætlar að gera strax í Hafnarfirði? Ég ætla strax nei, það er ekkert svona strax. Við þurfum, pólitík er bara ekki þannig. Það er enginn nema við séum að leita okkur að einhverju alræði sem er einhver sem kemur bara inn bara með kústinn, bara gerum þetta strax. Þú veist það bara, hlutinni virka ekki svona og fólk á að vita betur. Hildur eins og þú þarft að byrja á því að ræða við fólk og komast að einhverju niðurstöðu sem er framkvæmanleg. Já, ég veit, við þurfum að læra samningatækni og það er bara hluti að því að vera í pólitík og eins og með miðflokkurinn núna stillir sér upp fyrir utan útlendingastofnun, burt með alla útlendinga strax og eitthvað og maður er bara að býtu það eru lög í samfélaginu, það eru mannréttindi, það eru alls konar lög sem það er að fara eftir og sáttmálar. Það er ekkert strax sem betur fer. Nei og líka þetta sko, sem maður sér hjá sumum flokkum að svona segja hluti og gefa það í skinn og svo þegar þú ert krafin það að þá sagðir ekki þetta. Þá er bara verið að leggja þér orð í munn. Svona hundaflutt. Já, og það er líka svo hættulegt. Það er eitt sem ég myndi vilja gera strax, það er að endurskoða strætó í Hafnarfirði. Það náttúrulega er ekki þannig að það verði strax nýjar leiðir opnaðar, en meira bara strax að fara að reka eftir strætó, tala við hins sveitarfélögin, tala við bæjarstjórnina, finna leiðir til þess að endur skipuleggja strætókerfið meðan við býðum eftir borgarlínu. Okkur langar líka að byrja bara að gera séragreinar í Hafnarfirði, þó svo að það eigi að gerast 2040. Akkurat og svo er líka eitt sem er 2040? Nei, það er 2039 eða eitthvað. Já, ég minna þessir er allir að gefast upp á þessu. Þau eru bara eitthvað, hei, þú veist, margar akreina fyrir fjölskyldubílinn strax. Af því að það er ekkert að gerast sem fólk sér. Já. Annað, og það náttúrulega bara er mjög alvarlegt hvernig er búið að fokka með þessa borgarlínu, þú veist, það er bara búið að níða af henni skóinn, þú veist, og það verður að flýta þessu verkefni alveg bara, það er mikilvægt að við fáum inn flokkar sem ætla að flýta öllu þessu verkefni. Og halda líka áfram með það sem vel er gert og líka með eins og borgarlínuna, það er alltaf að tala ég voru mikið að hlusta á oddvitann í Reykjavík því að ég er náttúrulega Reykjavík og það er alltaf að tala eins og Reykjavík eigi ein borgarlínuna eins og við bara ráðum við bara ráðum hann ekkert ein við erum með ykkur og Kópavogi og Garðabæ öllu þið viti Einmitt, og loksins kom ykkur sáttmáli bara eftir að við erum öll búin að hlusta á eitthvað röfl og föður í ótrúlega langan tíma og það er allir konum með helli fyrir eyrun kom ykkur sáttmáli, nú á að fara að rífa hann upp og henda honum í ruslið því að bara eitthvað strax og þetta er alveg óþolandi. Talandi borgarlínuna, ég ætla að vera með hérna ákall til allra verkfræðinga og samgönguverkfræðinga sem eru að hlusta eða skipulagsfræðinga að fara að gefa eitthvað út þessa skýrslu sem ákveðni flokkar eru endalaust að vitna í. Það er þannig skýrsla sem kemur út og er unnin af einhverju mestu andstæðingum borgarlínunar sem liggja á Facebook allan daginn að dissa borgarlínuna og það er alltaf verið að vitna í þessa skýrslu, í þessari kosningabartu. En þessi skýrsla er bara bull til allra verkfræðinga og samgönguverkfræðinga sem eru að hlusta eða skipulagsfræðinga að fara að gefa eitthvað út þessa skýrslu mestu andstæðingum borgarlínunar sem liggja á Facebook allan daginn að dissa borgarlínuna og það er alltaf verið að vitna í meira eitthvað að tala um hraðvagnakerfi. Núna er allir að tala um það. Borgarlínan er hraðvagnakerfi, nefnum bara almennilegt hraðvagnakerfi. Og kannski svara spurningur á leiðinu hver er munurinn á vinstrinu og öðrum öfruvernd, grænsvæði, félagslega húsnæðisuppbyggingu sem tæki til jöfnuðar. Það er að segja, það er út frá öðrum forsendum skilvirkni og hagræðingar. Einmitt, og við sem búum í jaðrinum, við viljum þetta líka vegna þess að þú veist, það eru fjölskyldur, það þarf bara hver einasti fjölskyldur og alls konar ves sem bara hamlar okkar þáttöku í lífinu, skilur, ef við eigum ekki bíl og alltaf þú að taka með bílinn? Nei, en þú getur átt bílinn og notað hann helgar og þegar þú virkilega vilt fara á marga staði einn daginn eða eitthvað, en þú getur nýtt línuna þegar það hentar og það er stóri munurinn. Og hjólastígana, göngustígana og vera með meiri þjónustu í hverfinu
ekki til þess að læsist í hverfinu eins og samsæriskenningarnar segja til heldur bara til þess að það sé möguleiki fyrir þig að rölda út í búð eða hjóla á heilsugæslu eða kannski verður ekkert ofta að hjóla á heilsugæslu ekki það slappur Umræðin oft svolítið skrítin að fólk kemur fram og þykist vera svona bílafólk og taki ekki strætó og hvernig anskotunum að því að fara að borgast fyrir strætó og þetta svona stemmingin þess að fólk hafa aldrei búið til samfélag áður þannig það svolítið stemmingin ég hugsaði að ég labbi í vinnuna og hvað okkur ætti ég að reisa Sundabraut ég notar ekki neitt Þetta bara eins og okkur ég var eitthvað spítali, ég ekki veik Nei, en svo gæti ég veikst ég gæti skipt skoðun Þetta eitthvað furðuleg stemming sem það er Það líka tala svolítið eins og borg sé, það er reka borg, jú, tölur og hagræðing og hvað heitir þetta allt saman, rekstur og eitthvað svona en borg er náttúrulega fyrst og fremst samfélag og fólk borg er alls konar hópar, ég meina borg eru krakkarnir sem eru á Ingólfstorgi á hjólabrettum og borg er, þið veitir, bara við öll og við erum svo við höfum svo alls konar þarfir og það er svo, ég verð rosalega þreytt að hlusta fólk alltaf vera að tala um bílastæði og götur og einhvern veginn svona hagræðing og skilvirkni og hagræðing og skilvirkni María? Ég vil tala um fólk, bara hvað getum við gert svo okkur líða öllum betur, ég menna það er eins og bara þú varst að tala um hérna núna uppgang alls konar afla og baksla í réttindamálum og jafnrétti, þú veist fræðsla, það er alltaf verið að tala um að vanta fræðslu fyrir foreldra og fyrir starfsfólk sem vinnur með börnum og fyrir börnin og fyrir alla og einhvern veginn velíðan og öllum líður illa og öllum á líða vel og þú veist, þetta er ekkert eitthvað hagræðing og skilvirkni. Þeim líður öllum vel ef við bara höfum fjölskyldubílinn nóg pláss, og förum í fitulagi, það er svo að tala um fólk eins og fitulag Já, skrifstofustarfsmenn á millistjórnendur, það er bara eitthvað fitulag sem við ætlum bara kött út í hagræðingarskyni. Þetta er fólk í vinnunni sem er að reyna að gera borgina betri. Þetta er bara, það er bara búið afmennska fullt af fólki niður í eitthvað fitulag sem við getum bara skorið út í út að það snýst einhverja tölur og bara, nei. Við höfum stundum rætt að við rauðaborðið að kosningamála ætti náttúrulega að vera húsnæðismál með hver staðan er. Ég meina, ég var ekki formaður VFR og formaður samtakaði iðnaðari sem skrifuðu grein í Vísi og segja, akkur er þetta ekki kosningamáli? Akkur er þetta ekki kosningamáli hjá ykkur húsnæðismál? Þetta er kosningamáli hjá mér. Þetta er kosningamáli í Hafnarfirði allavega. Sann er alltaf að tala um húsnæðismál og nú ógeðslega góð í því. Í Hafnarfirði eru gríðarlegir biðlistar eftir óhagnadrifnu leigu. Ekki byggt nóg. Þeir hafa ekki fengið útlitað lóð á þessu kjörtímabili og þannig að það er bara, og það er 400 manns á biðlista bara eftir bjargi og 200 manns á biðlista eftir félagslegu húsnæði og bak við þessa hópa eru makiða börn og fleira fólk. Af hverju vill Hafnarfjörður ekki fá þetta fólk inn í Hafnarfjörð? Þau búa hvað sem er í Hafnarfirði, þau búa á iðnaðarsvæðum í ótryggum húsnæðum og greiða þar örugglega himinháa leigu. Maður spyr sig hversu eigendur þar og hvernig sú lúpa af fé Þeir eru örugglega góðir í að hagræða og vera skilvirkir. Ég meina þetta eru ótryggar aðstæður, slökkvilið hefur ekki gert úttekt og talið þennan hóp eins og var gert eftir bruna í Reykjavík. Það hefur samt verið orðið bruni líka í Hafnarfirði, þetta er bara mjög alvarlegt mál og það þarf að byggja fyrir þessa hópa af fólki. Og það er mjög skrítið að ætla sér ekki að gera það eða láta það mæta svona þvílíkum afgangi. Og þetta með bíla og þetta er allt saman mikilvægt líka en ég myndi segja að þetta væri allra mikilvægast að skoða. Og bílastæði, bara svona sem maður ræða eins bílastæði því það er tísku að, þau eru rosalega ljót, bílastæði eru ömuleg og það bílar eru ljótir og eru út allt, þá auðvitað átt að vera bara honi í jörðinni. Og það er samt að byggja og það er ekki bílakjallarar hjá þessum húsum af því það er dýrt. Af því verktakar gera ekkert sem er dýrt. Nei, þetta er svona, við viljum fleiri grásvæði. Já, bara bílastæði er svo frábæri. Höfum bara bílastæði út allt, já, geggjað. Ég skildi Ara þannig að hann vildi fá að leggja fyrir utan ríkið í Östursræti, en blómapottarnir eru settir þá ofan í jörðina, í bílastæðahúsin. En Sanna fékk það í gegn að félagsbústaðir munu byggja sjálfir. Og það er ykkar hugmyndum og það haldi áfram. Hefur Hafnarfjörður efni á svoleiðis? Við erum búin að efna á svoleiðis. Já, við höfum ekki alveg lagst endanlega yfir bókhaldið en jú, það er verið að skoða svoleiðis hugmyndir. Að Hafnarfjörður bara byggja sjálfur? Já. Það væri frábært. Og svo er bjarg og svo er bara... Já, félagslega húsnæði sé Hafnarfjörðarbær, já. Bara gefa eða selja bjarg og svoleiðis ódýrarlóðir og byggja sjálf einhvað og bara hætta þessu lóðabraski. Það er galið. Ég er 26 ára og ég bý ennþá hjá mömmu og pappa og þetta er bara óþolandi ástand og það er alltaf mikið fólki. Þau hringdu áðan og sögðu það sama
Já, þeim finnst þetta líka einmitt óþolandi ástand. Sendu þau þig í framboð svo að þú færir að heiman. Já. Men ég er að vinna sem Bestu fyrir húsnæði. Ég er að vinna sem aðstoðarmaður iðjuþjálfa á hjúkrunarheimili og þú veist, já, ég gæti alveg farið að mennta mig og gera eitthvað betra en mér finnst bara svona vinna er líka ótrúlega mikilvæg og jafnvel þegar ég myndi mennta mig sem iðjuþjálfi þá væri það ekki nóg fyrir mig til þess að komast í henni greiðslumat og það er bara Það er hitt máli sem við erum á dagskrá. Já, það er bara við þurfum taka betur fólk í umönnunarstörfum. Þessar kvennastéttir, umönnunarstörfin og allt þetta þarf að vera metið þannig að við fáum fólk í þetta því þetta er það sem að skiptir svo miklu máli og þetta er það sem að er líka störf til framtíðar með gervigreindinni sem að mögulega fyrir að taka yfir eitthvað annað. En líka þegar allir leggjast á eitt og reyna að passa að ákveðna stéttir fái ekki hærri laun af því það bara væri svo hræðilegt fyrir samfélagið ef við værum að hækka þessi laun endalaust þá fara bara allir kapitalistinir á hausinn og flytja úr land og ég veit ekki hvað. Á hverju erum við þá ekki meira samhentar í því að passa upp á það að allar ráðstöfunartekjur þessara hópa fari ekki í þak yfir höfuðið og enginn getur leyft sér neitt og bara aðeins aukarlega kannski aðeins minna unnin matvara í matarpókanum og þú veist að við getum leyft okkur eitthvað að þú veist það getur ekki verið hagkvæmt fyrir þjóðhagslega hagkvæmt að mjög mörg okkar getur bara aldrei leyft sér að fara í klippingu eða kaupa dagblöð eða nokkurn skapaðan hlut. Og það fleiri geti mótað sér það líf sem að þau vilja. Algjörlega. En þetta tengist líka, þetta tengist náttúrulega allt saman að því þetta er samfélag og þegar að þú klippir málaflokkunum sem í sundur þá fattar maður ekki alltaf tenginguna en til dæmis þetta með að geta unnið sem iðjuþjálfi, þú veist, við vorum daginn með fund með formanni KÍ sem kom inn og vorum að spjalla skólamál og þú veist, við erum með líðan krakka og það er kvíði hjá stelpum og vanlíðan hjá strákum og allt þetta sem við þekkjum þessu umræða. Það vantar fólk, það vantar sérfræðinga, það vantar talmeinafræðinga, það vantar þroskaþjálfa, þetta vantar alls konar svona stéttir sem að fólk er ekki að menntast inn í skólastarfið, af því að við erum bara, borgin er að stækka og er að breytast og samsetning íbúa og allt þetta, alls konar jaðarsettarhópar og allt þetta, þið vitið. Okkur vantar alls konar fólk og ef enginn mentar sig í þessu, af því að þá hefur gefnaði að fara út í búð að kaupa þér íbúð og allt þetta, þetta er bara keðjuverkandi. Þannig þetta er stór mynd sem við þurfum að hugsa. Bara hvað ætlum við að gera í öldrun þjóðarinnar ef það er ekki það að gera ungu fólki kleift að komast í eigið húsnæði og geta alið upp börn án þess að það bæti við 12% ofan á heimilisbókhaldið eða jafnvel meira og að draumurinn væri náttúrulega að ung manneskja gæti verið að vinna hjúkrunarheimili og farið í tryggt húsnæði og eignast börn af því að þá ertu að gera allt til þess að vinna gegn öldrun þjóðarinnar og það er akkurat núna ekki verið að gera neitt. Varða var að taka saman kjör barnafjölskyldna sem eru í ASÍ og BSRB og það var ansið svört skýrsla. Já, sláandi niðurstöður. Sláandi niðurstöður að við erum ekki, það er eiginlega allt og veikt kerfið á okkur sem að stýður við barnafjölskyldur og sérstaklega við einstæða foreldra og ég var að tala þetta í vikunni og var að segja það, ég held að það hefur verið alveg ómögulegt, til dæmis ef við tökum bara 1998 eða 1994 að í borgarstjórnarkosningum hefði málefni einstæða foreldra ekki komið á dagskrá. Hvernig stendur á því að það er ekki nokkuð sem að segja þetta einstæði foreldrar, eins og það sé hópur sem að þarf sérstaklega að bregðast við. Því að það var ekki 60% einstæðra foreldra sem átti í erfiðleikum með að láta endan á saman og það er náttúrulega 60% barna af þessum heimilum sem að lifi þá einhver leiti ekki þessu lífi sem þú varst að vonast eftir. Nei, ég meina það bara þarf að skoða þessu hópa. Það er þessi rosalega sjálfstæðisflokkurinn hefur bara kannski sigrað bara þessa hugmyndafræði að einhvers konar, þú veist, tekjutengt gjöld á ýmsum hlutum og svona eins og það sé bara einhver satan, það er svo ósanngjarnt. Það er svo mikil aumingjavæðing. Já, það er svo ósanngjarnt að einhver með fullt af pening þurfa að borga meira heldur en einhver sem að, þú veist, fyrir sama hlut. Og fólk heldur bara að þetta sé ósanngjarnt þegar það náttúrulega bara er galið. Og við þurfum auðvitað bara að vera með miklu meiri tekjutengingu í leikskólagjöld og alls konar önnur gjöld sem að hægt var að mæta og bæta kjör þessa hópa. Eða bara hafa frítt í leikskólana. Já, það er og svo náttúrulega er það markmið. En þetta með húsnæði, við þurfum að ná því niður af því það fer út í allt verðlag hjá okkur líka. Þú veist, hárgreiðslu, ég var bara að tala við hárgreiðslustelpu sem var að klippa mig og hún var bara eitthvað þau eru að leigja marga stóla á stofunni og eitthvað svona, þetta er alltaf eilíft stress að því leigan er svo há. Þessin er klipping svo dýr. Þú veist, það er ekki eins og
þetta fer bara út í allt í samfélaginu. En líka þessi, að því að þú veist tala um einstæða foreldra, það er náttúrulega svo mikil kynjavingill á því, að því einstæða foreldrar eru svo oft mæður sem eru með svona þyngstu byrðina af því að vera einstæða foreldrar og það vill svo til að þær eru oftar í umönnunarstörfunum sem eru oftar verðborgu. Þannig að eins og ég segi, það er bara húsnæðismál. Hvað er þetta að gera því? Til dæmis íbúðir fyrir alls konar mismunandi samsettarfjölskyldur, það er ekki allir kall og kona með 2 börn, þið veitir. Og þessi leigumarkaður. Jáfnvel einhleypir sem eru með engi börn. Nei, sem vil ekki eignast börn. Þeir ná ekki öndu sama sko. Það er bara ekki hægt að halda heimili á tekjum eins launamanns. Og það er húsnæðismál, það er líka með verðmætamat starfana, þið veitir. Það tengist því. Tími með börnunum líka. Fjölbreytt húsnæði, ég menna það vilja ekki allir eiga íbúð, sumir vilja leigja íbúð, það er ekki hægt eins og leigan er. Þannig að ef allt er markaðsdrifið. Það er miklu fleiri sem er að leigja en vilja eignast íbúð og geta það bara ómúlega. Já, og ég meina, maður er í útlöndum, þegar maður fer bara eitthvað til Berlínar eða eitthvað, þá er bara allir að leigja íbúð, enginn að pæli að eignast íbúð, af því þú færð leigusamninga sem eru bara til langan, það má ekki hækka fyrirvaralaust á því leiguna, þú hefur alveg rosaleg réttindi sem leigjandi. Og bara vinkona mín sem býr í Berlín og nýflutt frá Berlín, þeir voru bara að byrja að taka alla gluggana úr húsinu á öðrum hæðum en hún var þá bara að taka húsið í gegn og hún enda á því að fá 17 milljónir greiddar út til að flytja úr íbúðina því þeir eru að breyta þessu ykkur fínni íbúðir. Hún fekk 17 milljónir af því að þú veist, hún átti bara sín réttindi til að búa þarna. Þau eru að kaupa út úr samningu. Já, en það líka en hér er ekkit svona, hér er bara að fleygja þér út bara með eins dags fyrirvara, skilur við. Það þarf líka að tryggja það einhvern veginn að það endi ekki sama stað og er í Berlín af því að núna, og þegar ég er búin að búa til Berlín, þegar ég flytt þangað 2021, þá var bara ómögulegt að komast inn í leiguíbúð. Það þarf að vera einhvers konar leið líka til að tryggja það að það sé ennþá framboð af leiguíbúðum þannig að það sé ekki bara allir að áframleigja af einhverjum sem er að áframleigja af einhverju leiganda sem vill ekki segja upp samningunum að þegar samningurinn er það góður. Það verður að vera einhvers konar, ég er samt sammála þessu. Nei, nú er þeir taka þér íbúðina, vinkonum minnar, gera hann upp og nú verður hún leigð einhverjum öðrum rosalega dýrt. Þú veist, þannig að þetta er leiðin til að ná íbúðunum aftur, en sumir eru bara með leigusamninga frá, þú veist, 82 og bara leigan er 15. mánuði og lífið er geggjað. Þannig er það í New York og þannig er það mjög víða. Í Holland er mjög gott húsnæðiskerfi og þá skráir fólk sér bara leið og að máða bara á 16 ára afmælisdaginn og er þar og veit að það þarf að bíða í 7 ár eftir íbúð. En ef þú ert komin íbúðna þá ertu bara nokkuð vel sett það sem eftir ævinar. En í þessum löndum það sem er svona kerfi þá er alltaf biðröð og það var lýgin í nýfrásökinni var það að biðröðin var í slæm. Þess vegna eruð við að bjóða upp gæðin. Þá myndum við losna við biðröðina þess að þeir sem ætti ekki efna að kaupa þau náttúrulega hverfa er ekki í biðröðinu lengur. Þannig að biðröðin eru bara ósýnileg í iðnaðarhverfunum og alls það sem að og það sem að, ef við lítum til þessara borga okkur finnst öllum æðislegt að heimsækja þér af því það er bara fullt að vera allstaðar fólki sem býr þarna, þú veist eins og í París eða eitthvað, reynda dýrt í París en þá bara fara allir á kaffihúsi á horninu á morgnana og fá sér kaffi og hitta samfélagið. Kaffið er ódýrara í París. Strætó er ódýrara í París. Akkurat, þú ferð og fólk er í sínu hverfi að versla alls konar. Það fer í klippingu, það gerir hitt og þetta og kaupir alls konar þjónustu sem er mikilvægt til þess að vera með einhver störf í heimabyggð. En hér á alltaf að vera bara einhver ærandi þögn og allir ætla bara, þú veist, að fara síðan rjúka burt á fjölskyldubílnum eitthvað í einhver önnur hverfi að vinna. Svo vinna allir í borgartúni bara. Já, ég meina, þú veist, þetta er bara fjarstæða. Við þurfum að hugsa þessi. Þétting byggðar er metið þannig í París að þú átt að geta náð allri venjulegri þjónustu í þínu hverfi í göngufjarlægð. Þú átt að 70 ára kona og geta gengið til heimilislæknisins og út í apótek og þannig eru hverfin búin til. En þétting byggðar í Reykjavík var eitthvað allt annað. Þetta er búið að vera mjög misjafnt. Þétting byggðar ég er með svo sterkar skoðanir á þessu. Þetta er svo góð hugmynd. En eru þið með þéttingu byggðar í Hafnarfirði? Já, sko. Þétting byggðar eru þetta bara eitthvað sem þarf og er framtíðin. Ég meina, við getum ekki verið bara með einhverju einbýlishúsa hverfi bara eilífu. Þá verður að hafa þjónustuna inn í hverfunum, þannig að við séum ekki að keyra út á Granda eftir mjólk. Akkurat, og það gleymdist, sá partur gleymdist. Og skuttla stelpun í ballett upp í Skeifu og... Sá partur bara gleymdist og þetta er algjört rugl. Sko, ef við horfum á Efra-Breiðholtið, þar sem ég er alveg upp,
það er snildalega hanna hverfi. Þú ert með einbýlishúsa, þú ert blokkir, stóra blokkir, litla blokkir, alls konar húsnæði samsetningu. Þú ert með skóla, húsin eru byggð þannig að það eru leiksvæði einhvern veginn út allt. Alla ennþá, ég veit ekki hvort sé búið þétt þetta allt í burtu. En þú ert með íþróttafélag, þú ert með sundlaug, þú ert með verslunarmiðstöð, Kjarna, þú ert með grunnskólan, þú ert með fjölbrautaskólan og bara þetta Fellin og Hólahverfið, bara ég myndi segja að þetta væri best skipulögu hverfi bara á Íslandi eða eitthvað. Já, ég meina hvernig var þetta, 1970 eitthvað? Já. Sem að þeir bara koma, þú veist. Þetta var fyrir nýfrjálsíkju. Já, og voru þetta bara með einhverja útópíska sín og bara nú er borgin að verða alvöru borg, þú veist. En nú er bara legokassar og bara, þú veist, kannski er ein róla inn í svona výrgirðingu eitthvað staðar. Já, einmitt. Þetta er sko, í Hafnarfirði erum við með bara alveg á, sko, við vaxtamörkin, þannig að þetta er sko lengst frá miðbænum eins og hægt er. Þar erum við með þétt hverfi. Það sem að skín ekki sól í neðstu íbúðnar, það eru hlutdeildarláns íbúðnar. Efstu tvær hæðirnar eru með einhverju luxus penthouse íbúðum. Það eru bílastæði sem taka allt plássi á milli íbúðana. Það er rétt smá pláss fyrir einhverju rólu. Hvað er að frétta? Það er alltaf gráu svæði, ekki grænu svæði. Ég veit ekki hvað það fólk ekki Það eru gráu leiksvæðin. En eins og Bakkahverfið, það er svona fallega skipulagt. Og þar voru verslunar kjarnar inn í miðjunni. En þegar mjóddin var sett þarna, þá dóu þeir náttúrulega. Og mjóddin var búin til fyrir þá sem kæmu að kaupa matinn á bílum. Og þá dó raunverulega sko hugmyndin svona hverfi sem að væri sjálfbært, þar sem að þú eiginlega getur sótt flesta þjónustu gangandi. Það var eins og Hólagarður bara, það var mitt. Og því þar var blómasalan og fatahreinsunin og vídeolegan og sjoppan og þið veitir, kjörbúðin, hárgreiðslustöð, það var allt. En sko þess vegna er ég að tala Pólskabúðin og afrikaska búðin. Já, þetta er mjög skemmtilegt. Bær og borg geta einhvern veginn unnið gegn sem að því að lækka gjöld á þeir sem er að reka svona þjónustufyrirtæki inn í bæjum og valið inn fyrirtæki sem að við viljum sjá, kaffihús, hárgreiðslumeistara, þú veist, fótanutt eða whatever og fundi út af því að húsnæði sé ekki svona dýrt, af því þá þurfa þeir ekki milljón viðskiptavini sem að kaupa kaffibolla á 2000 kall. Þannig að það dugi þeim minni viðskipti og þú veist að bæjaryfirvöld eigi að hafa svona stýra uppbyggingu bæjarins. Já. Við viljum fá þann bæ sem við viljum, ekki láta bara fjármagnið búa til þann bæ sem þá getum við ekki keypt kaffi, af því það kostar 2500 að fá sér eitt kaffibolla og það er enginn að fara að gera það oft á dag eða alla daga. Hvað kostar kaffið 2500? Já, ég minna þú veist, 1700 En sko, þetta er nákvæmlega líka Ég fer aldrei á kaffi. Ég fer heldur ekki á kaffihús af því að það er á dýrt og það ætti að vera bara normal að fara á kaffihús. En varðandi sko þetta, okkur langar svolítið að lækka fasteigna skattin á svona minni fyrirtæki eða svona ný fyrirtæki til þess að geta laðað fyrirtæki í bæinn. Já, laðað svona, og þá er kannski hægt að til dæmis draumurinn sko kaupmanninn á horninu, það er eitthvað sem bara gengur ekki upp. Og til þess að vinna gegn þessu að stóru keðjurnar eiga heildsöluna og eru með sér díla og tralala, skiluru, það er alltaf að fara að vera ódýrara. En ef við getum lækkað það fasteignagjöldin á þessa sem eru bara ætla að stofna eitthvað nýtt, ætla að vera með litla hverfisverslun, að það bara reynum við að finna leiðir til þess að vinna gegn þessari fákeppni. En það er líka þetta mentalitet að þú veist, ef þú ætlar að vera með litla hverfisverslun, þú veist að þá sé það bara eitthvað lögmál og þú verður orðin milljónamæringur eftir 1 ár, bara lítil ísbúð, þú verður orðin milljónamæringur eftir 1 ár. Annars er þetta bara glataður rekstur. Já, og mér finnst þetta bara ekki vera rétt. Mér finnst alveg frábært, þú veist, að fara til útlanda. Það sem er einmitt bara, þú veist, slátrarinn á horninu og hann er ekkert milljónamæringur þó hann kannski bara börnin hans komist í skóla og þeim líður ágætlega og þau búa einhvers staðar og þau hafa það fínt, skilur. Vinna líka með í búðinni. Þau vinna í búðinni sjálf og þú veist, þau þurfi ekki 7 milljón viðskiptavinni að selja allt ógeðslega dýrt til þess að vera milljónamæringar eftir 1 ár. Já, maður getur bara búið sér til vinnu. Við þurfum bara að hætta að vera svona crazy. Já, maður þarf að geta búið sér til vinnu, bara mig langar rosa mikið að gera blómabúð og ég er húsnæði bara æðislegt og þá er ég bara búið til vinnu fyrir mig, kannski fjölskyldinu mín og einhverja á hverfinu og þetta er líka svo samfélagslegt, þið vitið. Konan í fatarhreinsuninni þekkti alla krakkan í hverfinu og skipti sér af þegar eitthvað var þetta er bara samfélag. Og nú er bara fatarhreinsun bara eitthvað eitt fyrirtæki lengst í burtu, allir á bílnum, þú veist. Já, keðja, bara enn einn fatarhreinsun. Í staðan fyrir að sé bara svona eitthvað mjög snyrtileg kona á horninu sem þvær fyrir hverfið. Það hljómar svona eins og annar valkostur til hliðina á djöfulgangi kapítalismans.
Akkurat, þetta bara svolítið til þess að þú veist, inn í þessu kapitalíska kerfi þá það að stofna fyrirtæki að besta sem þú getur gert en það bara ekkert, hver sem getur ekki gert það þetta svo mikil áhætta og þetta svo mikil kostnaður sem þú þarft að leggja inn fyrst til þess að byrja einhvað og það bara ekkert fyrir hvert sem að gera þá þurfum við að finna leið til þess að láta það vera fyrir hvert sem til þess að gera þannig að þessi, ef við ætlum að halda áfram í þessum kapitalisma skilurðu Við kannski fæði grípa sko þegar við talaðum sko og við erum núna í að tala það hvað það dýrt og erfitt að gera alls konar hluti og vorum að tala húsnæðismál, hvað það dýrt að kaupa skortur á íbúðum og við þurfum að styðja betur við og jafnvel bara til að byrja með að gera það kosningamáli að tala sko kjör og aðstæður einstæðra foreldra og annarra viðkvæma hópa og það að það kjarnin í vinstrinu í rauninni hvort sem það Reykjavík eða Hafnarfirði að vinna með félagslega lausnir að vinna gegn því að jaðarsettustu hóparnir sé að lenda ítrekað í fátæktargildru í því að erfitt með að ná endur saman milli mánaðamóta og það ekki bara að því það eru mannréttindi að fólk getur lifað öruggu og heilbrigðu lífi heldur snýst það líka það að ef við ætlum að sko í rauninni bæta samfélag, búið til meira samfélag, betra samfélag, grænna samfélag þá þarf fólk að eiga hvað svigrúm í sínu lífi til að vera ekki alltaf að vera í þessu stressi að reyna að ná endur saman að skuttla og sækja og þetta kjarnin í því að byggja félagslega þetta kjarnin í því að þetta mátulega ekki mikið að við séum aðgengi að grænum svæðum að því þegar við erum komin á þann stað að við höfum náð að innlega allar þessar félagslegu lausnir að við erum búin að innlega betri almenningssamgöngur sem að ráða við og eru boðlegar fyrir fleiri hópa í samfélaginu þá getur fólk lyft sér að hugsa miklu meira náttúruvernd, loftslagsmál, aðra hluti sem að skipta máli. Þannig að vinstrið býður upp á svona heildræna hugsun það að við berjumst gegn kapitalismunum, við berjumst gegn fátækt og stoppum ekki þar. Því svo ætlum við að fara lengra og tryggja það að framtíði kynslóðir borgarinnar, Hafnarfjarðar geti búið við sko mannsæmandi aðstæður þar sem að loftslagsbreytingar ekki búin að taka yfir þar sem við erum ekki upplifa sjávarflóð á 10-20 ára fresti og hvað þetta segja alltaf að fástu umhverfismálin seinna er það vinstrið vinstrið ofgi það bara búið að henda græna fólk hefur bara ekki svigrúm til þess að setja þetta í fyrsta sæti þó þetta sé auðvitað agenda sem við erum öll með að þá hefur þetta á ekki upp á borð þegar fólk bara er að drukkna í sundi Pólitíkin á ekki að fá afslátt af þessu en hvert á svar ykkar við því sem að sumir hafa sagt að hvernig stendur á því að umhverfismál komast ekki að dagskrá í þessum kosningum Sko fjölmiðlar spila það stóra þátt í kosningum frá RÚV til dæmis það var ekki einasta spurning umhverfismál það spurt borgarlínu og eitthvað svona í öllum kappræðunum sem hafa farið fram hingað til ekkert spurt umhverfismál Jó, það var í einum sem að einhverju fór að tala nagladekk umhverfismál en mest á lítið lýðheilsumál þó það skarist þar þannig að fjölmiðlar spila þar stóra þátt auðvitað bera frambjóðendur ábyrgð á því að koma á dagskrá líka en það virðist vera ákveðin þreyta í samfélaginu undanfarin ár gagnvart umhverfismálum og mín tilgáta sú sem ég var útskýri hér að það sé vegna þess að það eru önnur mál sem að fólk þarf að forgangsraða ofar það ákveðin lítið lúxus að leyfa sér að pæla í umhverfisstefnum flokka þegar maður ekki endur saman, þegar maður fær ekki örugt húsnæði. Það sem við erum að bjóða upp á er að við ætlum að höggva á þessa hnúta, tryggja félagslegt og efnahagslegt réttlæti á sama tíma og við sem að fáum það tækifæri að sitja í borgarstjórn og bæjarstjórn vinnum að kerfislegum lausnum að umhverfismálum. Það er að segja að tryggja fleiri verndarsvæði í byggð, að tryggja betri almenningssamgöngur sem er alltaf líka umhverfismál, að ráðast í loftslagsaðgerðir. Þetta einstaklingar ekki þurfa að vera ábyrgir fyrir því að leysa kerfislegan vanda sem að snýra umhverfismálum. Heldur eigum við að tryggja það að fólk geti leyft sér að kjósa til valda það fólk sem ætlar að ráðast í og fjármagna loftslagsaðgerðir. Það hefur líka hentað hægri stefnunni að einmitt, fólk næri ekki endum saman, er örvæntingafullt í rauninni og svo kom einhverjur og segja bara, heyrðu við ætlum að selja hérna hálendið og bara setja hérna vindmyllur eða eins og við erum að hafa núna í Hafnarfirði að það búið að gera viljayfirlýsingu við fyrirtæki út í bæ, það sem engin önnur fengi að gera útboð eða neitt, ákveðið fyrirtæki á að fá byggja einhverja stórkostleg hótel uppbyggingu í Krýsuvík. Engin íbúi fekk nokkur ráðu þetta og þannig
sér fólkið í hillingum, það verður þá greitt eitthvað fyrir þetta og svo verður að byggja þessi hótel og baðalón og eitthvað sem enginn hefur aðgang á svæðinu rauninni stolið af okkur fyrir einhverja eingreiðslu sem að fólk hugsa, já, einhvern veginn verður við að byggja upp samfélagið og við þurfum hérna betra. Okkar skuldir. Já, en í málið að það ýmislegt að gera við Krýsuvík sem að allir geta notið og þéna pening á henni. Það hægt að vera með ferðamenn. Við getum fengið ferðamenn og við getum gengið svæðið og notið svæðisins á þess að gefa það bara einhverjum einkaaðilum. Ég held bara til þess að nýta okkar jarðvarma án þess að við fáum að kjósa það eða vitum það einu sinni. Og þetta samfylkingin, að því að það gæti verið munurinn, þeir segjast í Hafnarfirði vera vinstri eða þeir segjast vera jafnaðarmenn, en þannig eru við til dæmis algjörlega öndverðu með því. Þannig að þetta kemur vinstri stefnan okkar bersýnilega í ljós af hverju við erum hér. Að því að loforðaflaumurinn fyrir kostingar gæti fólk haldið að við séum nokkuð sammála. Umhverfisráðherra samfélkingin sem svolítið að virka. Já, hann kom hérna á grænaborðu heitir það, þáttur umhverfismál hérna á samstöðinni. Ég sá ekki hann eða neitt sérstaklega áhuga á umhverfismálum. Nei. En þetta einmitt sko málið það, þessi málaflokkur búin að vera munaðarlaus og fólk gæti kannski misskilið af því að vinstri græn eru ekki, þú veist, að núna fólk úr vinstri grænum komið yfir í það sem heitir vinstrið, að við séum ekki lengur að leggja áherslu á þetta og að því að við erum kannski ekki að tala eins mikið þetta. En ég held að það sé bara einfaldlega þegar við erum meðvituð það að fólk eru þreytt á að heyra þetta. Það loftslagskvíði og fólk nennir ekki að spá í þessu svona mikið, þú veist, einstaklingar. En það á ekki verið svo hótun, þetta á ekki verið svo hótun yfir fólki. En það er svo mikilvægt að það má ekki gefa pólitíkin afslátt og það er það sem við erum búin að vera að gera með því að vera ekki að ræða þetta og sko, ég bara reyna að koma til skila að vinstrið er mjög meðvitað og við ætlum að vinna markvisst gegn þessari loftslagsvá og að undirbúa líka samfélagið fyrir breytingarnar og en þetta er eitthvað sem við kannski tölum ekki eins hátt að því að þetta liggur ekki það þungt á kjósendum þó svo 80% landsmanna séu meðvitaðir það að þetta sé raunverulegt vandamál. Þannig að fyrir ykkur 80% við erum að spá í þessu, við ætlum að gera eitthvað og þú mátt stundum sleppa því að flokka þitt plast en við í pólitíkinni megum ekki fá neitt afslátt. En má ég segja eitt sem ég var að hugsa þann, að því að við erum að tala um framtíðina og umhverfismálin og hvernig við viljum svona þróa samfélagið þannig að það sé hægt að stofna lítil fyrirtæki og vera með alls konar húsnæðiskost og allt þetta. Ég fyrir bara að hugsa að því að það eru flokkar í framboði sem eru alltaf svona að vísa eða svona rifja upp einhverju svona glorifæða fortíð. Gerum 17. júní góðan aftur. Gerum Reykjavík að því sem hún var. Great again. Let's make it great again. Og það er svo mikil skekkja í því að því að við verðum að vera, sko Reykjavík er frábær og Hafnarfjörður og höfuðborgarsvæðið er frábært. En við getum gert það betra og við þurfum að vinna til framtíðar, ekki til fortíðar. Við þurfum ekki að fara aftur í einhvern skautbúning á 17. júní. 17. júní getur verið frábær í framtíðarbúningi, en það er alltaf svona þetta svona nostalgíska svona förum aftur þangað þegar allir voru bara hvítir í skólanum og eða skiljið. Þeir hljóta að vera svo ægilega umhverfisvænir. Já, neðast kaupmaðurinn á horninu er í rauninni framtíðin. Það er ekki bara eitthvað svona nostalgíst, gamli, eitthvað, þú veist, ég bara hugsa svona framtíðar og fortíðarhugsunin. Kannski er það bara bæði. Já, en það þarf ekki að vera svona, ef þú ætlar, já, það er bara, ég er að trufla mig í hausnum, þessi svona glorification, svo ég sletta því með þetta ekkert í hug, á fortíðinni. Fortíðardýrkun, takk. Já. Herðu, þið hafið engan bæjarfulltrúa, en ætlið að ná einum eða hvað? Við ætlum að ná 2. Við ætlum að ná 2, sko. Ég og Svenni ætlum inn. Já. Ég hef ekkert séð neina kannanir hverju staðan, en er svona erfitt að spá í þetta? Nei, það var könnum bara fyrir löngu þegar við vorum eiginlega valla komið fram. Þá vorum við næstum minni. Já. Þannig að það munaði vist mjög litlu og nú á Þú finnur fyrir meðbyrnum og allt það. Já, og það er einhverjar gróusögur á kreiki það að okkur gangi vel í könnun sem einhverjir hafa aðgang á og ekki við. Og ekki vilja birta vegna þess að þeir kom ekki vel út. Það er svo sagan. Já. Vinstrið er þriðjastætti flokkurinn í Reykjavík. Ætti náttúrulega bara að vera það, eða ekki? Svona sögulega. Jú. Það vísa bara svona í alþjóðubandara eitthvað sem er hérna til vinstri við kratana. Já, við erum alveg stórkostlega. 20% stuðningi Reykjavík. Já, erum við ekki bara á einhverju sigurgöngu hérna uppsiglingu? Jú. Og við sjáum það, sko, við finnum það líka, sko, í samtálu við fólk að við erum stegjað alltaf inni
Við sjáum það líka á ýmsum könnunum sem meðal ekki fylgi beint heldur sko til dæmis hversu margir vilja sjá Sönnu sem borgarstjóra, það eru 18% og við erum að mæla svona í kringu 13% með fylgi, þannig að það eru 5-6% sem ættu raunin að geta skila sér til okkar. Mér finnst líka svo áhugavert að svona margir vilja Sönnu sem borgarstjóra að því að skýra svari ef við viljum sjá Sönnu sem borgarstjóra þá verðum við að kjósa vinstrið. En finnur að því að þú kemur úr VG að því þekkið þetta náttúrulega að vera með mjög vinsæla Katrínu Jakobsdóttur sem naut trausts bara út alla flokka. Það kom ekki allt í kjörkassa til ykkar, þannig að þá kannski eftir að koma í ljós hvernig vinsældir Sönnu skila sér. Já, að sjálfsögðu, en svo náttúrulega, þú veist, snýst þetta meira en bara oddutan, ég nefni bara þessum dæmi að því að hún verðist njóta mikils trausts og lítur mest trausts af öllum borgarfulltrúum og öllum oddvitum í framboði núna. 40%. 40% borgarbúa verðast treysta henni vel. Og þetta snýst líka það sko að þú veist, þetta vinstri eini alvöru vinstri valkosturinn í borginni sem að virðist geta staðið upp í hárunu á hinum frambóðinu sem að mæla stór. Þetta er bara lykilatriði að við náum sem bestum árangri til að hafa nógu mikið vægi í þeim umræðum eða viðræðum sem taka svo við beint eftir kosningar. Einhver myndi segja að sósíalistar og píratar séu vinstramegin við kratana. Lítið svo á að þetta séu að kjósendur þeirra og svona hreyfing sem að gæti verið í kringum þessa flokka að þau mun á endanum verða hluta vinstrinu. Já, sko ef að við erum hugsa hagsmuni. Þetta eru flokkar sem eru mjög tæft að ná í raunverulega inn. Þurfum við ekki vera alls saman? Vonandi verða þau hluta vinstrinu. Það hlýtur að vera stóra stefnan okkar að verða breiðfylking. Og ég meina, leitt að hafa ekki náð alveg saman strax en það hlýtur að vera stefnan. Við þurfum að vera saman í þessu til vinstri. Já. Bara. Ég vona að engin atkvæði falli dauð aftur á vinstri vangnum í þetta skiptið, en ef það gerist þá verður það bara algjör staðfesting á því að þessi sameining þarf svo sannarlega að þessi stað líka fyrir næstu alþingiskosningar. Það er svo hættulegt ef að stórir hópar fólks eru einmitt að missa atkvæðin sín til vinstri í ekkert. Þannig að við verðum að vera saman. Og svo þurfum við líka að bara breyta þessu kosningakerfi. Að vera með svona ranked voting. Fyrst þetta sko þegar ég og Sveini komumst þá ætlum við bara first we take Manhattan. Það var könnun núna hjá Maskínu og því að það er oftur að tala svona rosalega uppgang miðflokksins og hjá sérstaklega ungu fólki þá kann að ég hvernig fólk undir 30 vill kjósa. Það er 11% sem að segja miðflokkinn. En ef maður tekur sko vinstriflokkana og nú er ég að tala sko þingið að þá er það 18% sem að vilja kjósa þessa þrjáflokka sem ekki náðu inn síðast. Þannig að þetta er örugglega skylda einhvers að ná þessu saman. Algjörlega. Þetta er eins og við sögum inn upp af ákall frá kjósendum að vinstrið sko faralöksins að vinna almennilega saman. Að við séum að búa til þessa samheldni það sem er svona mikill grundvöld fyrir þetta eru sömu gildin í grunninn sko og það er hagur fólksins í landinu kjósenda að við tryggjum þetta samstarf, það er okkar ábyrgð og það er það sem við erum að sýna með vinstruna að við getum raunverulega unnið saman og samanast þessi mikilvæg gildi. Samkomulag stefnu, það þarf ekki að hafa með það sem okkur greinir á við þurfum að vinna að því eftir öðrum leiðum. Já, ég kom borð út af því að ég eins og ég sagði á hann atkvæði mitt dó bara og þá ég varð bara svo hrædd því að svo horfi ég bara á núna eins og í kappræðunum í gær þá sagði Hildur og sagði ég er að horfa á ykkur þrjúsaðan og bent á Björgu, Ara og Einar og ég fikk bara hnút í magan ég sagði bara ok, shit við erum bara þarna og ég er hrædd í alvörinni við þetta er scary af því að maður er að horfa á bakslið nú er ég að vinna náttúrulega í og er í miklum svona mannréttinda aktivisma og feminisma og ég er að vinna í skóla og ég er búin að vera í rúm 20 ára að kenna og ég sé baksliðið, ég finn það og þetta var bara einhvern veginn svona raungerast bara ég er að horfa á ykkur og ég sá bara stjórnina svo að myndast og ég fæ bara illt í magan þetta er hættulegt. Þetta er alvarlegt mál, já. Ef þið komast til valda þá mun bara þau aðra náttúrulega bara þessi lengst
þá mun borgarlínan bara fellum koll og þá erum við að fara að setja föst í umferð bara þangað til einhvern tíman seinna þegar við eyðum aftur 10 árum í að undirbúa nýja borgarlínu frá grunni. Þið eru öll í kosningabaráttu, þannig ég ætla að sleppa ykkur. Svenni, Ester, Finnur og Marja, kæra þakki fyrir að koma hingað og segja okkur frá vinstrinu. Takk fyrir. Takk fyrir okkur. Og þetta eiginlega rauðaborðið í kvöld. Hérna framundan eru efni sem við eigum á lagar. Ég get alveg lofa þér að þú eru ekki séð allt efni sem við búið til hérna á samstöðinni, þannig að það er mjög líklega efni sem þú ert eftir að sjá eftir augnablik.